nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Biðjum. Almátti og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbyttnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Og blessa oss Drottinn þessa stund í helgidómi þínum og láta oss finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn elskaða son Jesú Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen. Í Davíðssálmum standa þessi orð: Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sakir nafns síns. Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér, sproti þinn og stafur hugga mig. Þú býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum, þú smyrð höfuð mitt með olíu. Bikar minn barma fullur. Gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Amen. Peace
hljóðar svo í Drottins nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmysl til að fara á smyrjan. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar sólar upprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir á steininum frá grafarmunnanum. En þegar þær líta upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjá, þarna staðurinn þar sem þeir lögðan. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Amen. Hún bað þig í heiminn og hjúfraðar sér. Hún heitast þig elskað og fyrirgaf þér. Hún ætti þér skjól þitt hinn skjöldur og hlíf. Hún íslenska konan sem hóf þig og þér helgað sitt líf. Landnemum síldúnum svarrandi haf. Hún sefaði harma, hún vakti hún svaf. Hún þerraði tárin, hún þerraði blóð. Hún var íslenska konan sem allt á að þakka og þjóð. Hún var á
Kæru vinir, við skulum biðja til Guðs með orðum sálmaskáldsins Hallgríms Péturssonar og segja: Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Þegar við komum saman hér til að kveðja Huldu Halldórsdóttur, leitar hugurinn til Guðs í bænum styrk og stuðning, en jafnframt til helgra ritningar í leit að huggun og von. Í Rómverjabréfinu segir meðal annars: ef andi hans sem vakti Jesú frá dauðum býr í ykkur, þá mun hann sem vakti Krist frá dauðum einnig lífga dauðlega líkami ykkar með anda sínum sem í ykkur býr. Þegar ástvinur hefur kvatt jarðlífið gott að láta sigur orð upprisunnar hughreysta sig. En við verðum samt að játa að það einmitt í táknmáli hennar sem reynir mest á trú okkar og minnst á hina röklegu hugsun. Höfundur þessara orða þekkir okkur mennina sem hugsum og efumst og veit að mitt í tilraunum okkar til að skilja trúna með mannlegu orðfæri lendum við alltaf í vanda vegna upprisu Jesú Krists. Atburðar sem svo óskiljanlegur í eðli sínu. Sannfæring postulans var hins vegar örugg og styrk og að baki orða hans hér til okkar í Garðakirkju nú býr þessi sérstaka og lifandi trú sem Hulda ólst upp við, fullvissa eilífan sigur lífsins yfir dauðanum, hvernig sem allt veltist. Sigur sem Guð kaus að sýna mannkyni í eitt skipti fyrir öll með upprisu sonar síns frá dauðum. Öll erum við hluti þeirrar hjarðar sem Drottinn vill leiða áfram inn í nýja haga til nýrra tíma, að nýjum lindum, jafnvel þó dauðinn hafi knúið dyra. Jesú bað föðurinn algóðan að gefa þeim eilíft líf sem settu traust sitt á Guð og síðustu nóttina í lífi sínu notaði hann til að biðja fyrir mér og þér. Eftir dauða sinn og upprisu bauðst hann til að koma sjálfur til okkar þegar við ættum í erfiðleikum og þjáningu, til að styðja og styrkja og til að gefa kraftinn til að vona áfram á hið góða og fagra þrátt fyrir allt og allt. Minnumst þess að Guð var og huggun sorgbitnum, svölun þyrstum sálum og athvarf frá kyni til kyns. Verum líka minnug þess að moldin hverfur að sönnu aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var, en andinn, hinn eilífi maður, hinn ódauðlega sál, fer til Guðs sem gaf. Hulda fæddist í Reykjavík 10. febrúar 1941, dóttir hjónanna Himinbjargar Voge og Halldórs K.R. Kristjánssonar sem þar bjuggu. Foreldrar hennar skildu og seinni maður móður hennar var Arifaf Ragnarsson og seinni kona föður hennar Inga Gísladóttir. Hulda var önnur í röð 4 alsystkina og jafnframt annað þeirra sem kveður. Eldri bróðir hennar, Kristján Eðvald, látin, en þau sem lifa eru Sigurður Birgir og Kristrún. Hálfsystir Huldu sammæðra Kolbrún Guðmundsdóttir Divine og hálfsystur hennar samfeðra, það Guðrún Magney sem látin og Guðborg. Hulda ólst upp í Reykjavík til 13 ára aldurs, fyrst á Hverfisgötu en síðar á Lindargötu og stundaði barnaskólanám í miðbæjarskólanum við Tjörnina. 13 ára var hún send í vist á Selfoss til hjónanna Esterar Einarsdóttur og Sigfúsar Sigurðssonar á Skólavöllum 2. Þar starfaði hún við barnagæslu og aðstoð á heimilinu fyrstu árin,
en síðar hjá mjólkurbúi Flóamanna. Á Selfossi kynntist hún eftirlifandi sambýlismanni sínum, Guðmundi Bjarnasyni, sem var þar við nám í Bifvélavirkjun. Þau eignuðust saman dótturina Sigurlaugu Voge, sem fæddist 19. mars 1967. Hún búsett í Hafnarfirði og á börnin Jónas Tryggva, Eyþór Birgi, Óla Gunnar og Aró Björg Voge. Hulda og Guðmundur hófu ekki sambúð á Selfossi, heldur flutti hún austur í Mýrdal ásamt dóttur sinni sama ár og hún fæddist og réði sig sem ráðskonu á Skeiðflöt til Eyþórs Ólafssonar sem þar bjó félagsbúi ásamt Tryggva bróður sínum og móður sinni Sigurbjörtu Sigríði Jónsdóttur. Hulda og Eyþór hófu fljótlega sambúð eftir að hún kom þangað og gengu þau í hjónaband í desember 1969. Þeim var 3 sona auðið auk þess sem Eyþór fóstraði Sigurlaugu. Þau skildu 1987. Eyþór andaðist 3. desember 2019. Elstur sona þeirra Sigurður Ólafur, fæddur 11. september 1968, búsettur í Mosfellsbæ ásamt sambýliskonu sinni, Svövu Kristínu Pétursdóttur. Næstur Halldór Ingi, fæddur 8. desember 1971, búsettur í Bandaríkjunum ásamt eiginkonu sinni, Melissu D. Hartmann. Hann á 2 syni af fyrra hjónabandi, þá Daniel Snæ og Mikael Frey sem nú látin. Halldór ættleiddi einnig 2 börn Melissu, þau Reyni og Íston. Yngstur Reynir Örn, fæddur 20. febrúar 1981, búsettur í Vík í Mýrdal. Hulda átti ágætan tíma í Mýrdalnum þó henni hafi í raun aldrei líkað bústörfin. Þegar hún kom að Skeiðflöt var enn búið í gamla bænum og þau hjónin bjuggu í miklum þrengslum í litlu norðurherbergi gamla hússins. Fljótlega réðust þau í að byggja nýtt íbúðarhús og óhætt að segja að viðbrigðin hafi verið mikil þegar flutt var þangað. Aðstæður voru samt krefjandi fyrir unga konu af mölinni, þar sem allt var í föstum skorðum í búskapnum frá gamalli tíð. Gestagangur var líka mikill og jafnan mörg börn í sveit á Skeiðflöt eins og svo algengt var á þessum árum, en það þýddi mikið álag á húsmóðurina eins og allir vita. Skyldfólk Huldu kom reglulega í sveitina og aðstoðaði við búskapinn og Ari, stjúpfaðir hennar, veitti ómetanlega hjálp við byggingu nýja íbúðarhússins. Eyþór var hreppstjóri Dyrhólahrepps í tæpa 2 áratugi og Hulda lýsti því svo eitt sinn að hún hafi farið að sofa sem bóndafrú en vaknað sem hreppstjórafrú. Hafði þá Eyþór öllum að óvörum og þó mest sjálfum sér verið skipaður hreppstjóri. Var það eitthvað sem Eyþóri hugnaðist raunar ekki til að byrja með, en gegndi samt þeirri stöðu með miklum sóma. Hulda var alla ævi afar félagslynd, hún var skátaforingi í sínu umdæmi á Selfossi og alla tíð afar stolt af því, enda skátastarf öflugt meðan hún átti þar heima. Skátaflautan hennar ennþá til og vel brúkhæf. Í Mýrdalnum starfaði hún með kvenfélagi Dyrhólahrepps og söng í kór Skeiðflatarkirkju. Vinskapur var góður milli bæja, hjálpsemi mikil og því jafnan fjölmenni í eldhúsinu hjá Huldu á Skeiðflöt, þar sem oftar en ekki var boðið upp á glæsilegt bakkelsi. Eftir að Hulda og Eyþór skildu, flutti hún í Hafnarfjörð og hóf þar fljótlega starfi í upptökustúdíóinu Hljóðrita sem framleiddi mikið magn tónlistar á þessum árum. Þar starfaði einnig Guðmundur bassfaðir hennar sem þá var skilinn við konu sína og tóku þau upp
farsæla og kærleiksríka sambúð sem síðan varði til æviloka Huldu. Börn Guðmundar og Helgu fyrrum eiginkonu hans eru þau Bjarni sem býr í Grafarvogi ásamt konu sinni, Berglindi Valdimarsdóttur. Þau eiga 2 börn og Bjarni á son frá fyrra sambandi. Og Nancy sem býr í Reykjavík ásamt manni sínum, Gísla Sigmundsinni, hún á 2 börn. Eftir að Hulda hætti hjá ljóðrita vann hún í eldhúsunni á Sankti Jósefsspítalanum í Hafnarfirði og síðar á hjúkrunarheimilinu Sólvangi þar til hún komst á eftirlaun. Hún var jafnan heilsuhraust en síðasta 1,5 árið glímdi hún við illvígan sjúkdóm, MND, sem að lokum hafði betur. Með dyggum stuðningi Guðmundar náði hún að vera heima megnið af þeim tíma en síðustu 2 mánuðina dvaldi hún á taugalækningadeild Landspítalans í Fossvogi. Þar andaðist hún 2. október síðastliðinn 83 ára að aldri. Hulda elskaði sjóinn alla tíð og því vel við hæfi að hún hljóti hinstu hvílu hér í Garðakirkjugarði þar sem hafið blasir við. Hún var ákaflega félagslynd eins og fram hefur komið, vel lesin og minnug. Hún var einstaklega gestrisin og góð heim að sækja og hafði gaman af að spjalla alla heima og geima og gat sagt frá atburðum og samtölum milli fólks í miklum smáatriðum. Gott dæmi það saga sem hún sagði stundum. Haustið 1968 var Hulda komin á Steypirinn og var gert ráð fyrir að hún myndi eiga barnið í Reykjavík. Það var þó ekki þar sem pilturinn Sigurður Ólafur ákvað að nú væri dagurinn kominn. Kom hann í heiminn þann 11. september og var Tryggvi föðurbróðir hans sendur að sækja ljósmóður til Víkur og sagði Hulda frá því að það hefði verið slengjandi slagveður og rignt svo mikið að annað eins hafði ekki rignt í Mýrdal í manna minnum. Eyþór tók á móti syninum enda vanur lambaljósfaðir og meðan á fæðingunni stóð hélt Hulda sér í rimlana á rúmi Sigurlaugar dóttur sinnar sem svaf vært á meðan móðir hennar kom bróður hennar í heiminn. Hulda var alla tíð dýravinur þó kýrnar á Skeiðflöt hafi ekki heillað hana og hún hafði yndi af gæludýrum. Hún hafði einnig áhuga á mikla þekkingu á ljósmyndun og gott lag á að taka góðar myndir. Í frístundum sinnti hún handavinnu af áhuga svo sem útsaumi og prjónaskap. Hún hafði raunar slæma sjón megnið af ævinni og bar lengi afar þykk og þung gleraugu. Það var því kærkomið þegar hún komst í augnaðgerð á seinni árum þar sem sjónin var lagfærð verulega og gleraugun urðu léttari. Hulda hafði gott hjartalag alla tíð og hugsaði vel ættingja sína og vini. Sérstaklega var henni umhugað börn sín, stjúpbörn og fjölskyldur þeirra, mundi afmæli allra og gætti þess að allir fengju glaðning á tímamótum. Hún hafði yndi af söng og tónlist hvers konar og trúlega breiðari tónlistarsmekk en margir jafnaldrar hennar. Hlustaði á allskyns músík, hvort sem það voru íslenskir eða erlendir flytjendur, sönglög eða rokk. Bjarna stjúpsyni sínum sem var harðkjarna þungarokkari kom hún hressilega á óvart þegar hann kom í heimsókn eitt sinn og kom að henni þar sem hún hafði sett plötu á fóninn með þungarokks hljómsveitinni Megadeth og sat og hlustaði á þá í einrúmi. En sú hljómsveit var einmitt í miklu uppáhaldi hjá Bjarna á þeim tíma. Af þessari ástæðu var einmitt leikið lag með Megadeth hér á undan athöfninni
sem trúlega ekki mjög algengt við útför fólks á níræðisaldri. Kæru vinir, við erum hér saman komin til að kveðja og þakka. Börn Huldu vilja koma á framfæri innilegu þakklæti til Guðmundar Bjarnasonar fyrir stuðning hans við móður þeirra alla tíð í blíðu og stríðu til dauðadags. Umhyggja hans og umönnun í veikindum Huldu nú síðustu misserin var aðdáunarverð og ekki hver sem hefði treyst sér í slíkt. Þá hefur Sæunn Sigurlaugsdóttir, seinni kona Eyþórs á Skeiðflöt, beðið að hér sé flutt innileg samúðarkveðja með þakklæti fyrir vináttu og kærleika frá henni og börnum hennar, Sigurlaugu, Guðmundi og Jóni Þór og fjölskyldum þeirra. Dórótea Stefánsdóttir biður einnig fyrir kveðju til allra og þakkar Huldu öll árin, en Dórótea treysti sér ekki til að vera hér viðstödd í dag. Sömuleiðis óskar Guðmundur, sambýlismaður Huldu, eftir því að hér komi fram innilegt þakklæti hans til allra þeirra sem veitt honum stuðning og aðstoð í þessum stafræna heimi nútímans, eins og hann segir. Megi almættið fara mjúkum höndum þau öllum stundum, segir hann. Elsku vinir, í upphafi heyrðum við orð Páls postula andan sem Guð hefur gefið og birtist í verkum okkar á lífsleiðinni. Hulda reyndi að feta þá leið sem hún vissi besta og nýtti vel þær gjafir, þá eiginleika sem henni voru gefnir. Í von eilífan og endanlegan sigur hins góða yfir hinu illa, sigur lífsins yfir þjáningu og dauða, skulum við láta orð Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi orða hugsun okkar þegar hann segir svo fallega: gott sjúkum að sofna, meðan sólin aftan rjóð og mjallhvítir svanir syngja sorgblíð vögguljóð. Gott sjúkum að sofa, meðan sólin í djúpinu og ef til vill dreymir þá eitthvað sem enginn í vöku sér. Og kveðjustundu felum við látna vinkonu honum sem hjartað skóbók skilur og engum bregst. Dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Kæru vinir, kista Hulda verður borin hér úr kirkjunu og inn í líkbílinn sem verður hér fyrir utan. Þar geta viðstaddir syngt yfir kistuna sem ekki ætla niður í garð, en svo verður kistunni ekið niður að gröfinni og hún jarðsett hér. Að sjálfsögðu öllum velkomið að fara þangað. Og mig langar líka að minna á það sem stendur í sálmaskránni, að fjölskyldan býður öllum viðstöddum að þiggja veitingar í félagsheimilinu Garðaholti hér rétt hjá að athöfn lokinni. Rísið á fætur og taki postulegri blessun. Náðin Drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé og veri með oss öllum. Amen. Blessed is death whose reigning mín, sumar vetur ár og daga, engir fjöllin áin þín.
Lifandi Drottinn, vertu oss nálægur á hverri stundu hverfullar ævi og helga jarðlífssporin, svo að vér studd náð þinni hljótum þá arfleið sem þú hefur kallað oss til. Blessa oss öll í lífi og dauða. Blessa þó minningarnar sem þessi stund er helguð og lát þær bera þér vitni, oss til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst oss Huldu Halldórsdóttur. Við felum þér hana á framtíð vor allra. Veit henni þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Og allar bænir felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar
fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýs henni, hún hvíli í þínum friði. Amen. Gjörðu svo fá okkur sæti. Drottin blessi þig og varðveiti þig, drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vorn Jesú Krist. Amen.